ágæta forystusveit Ský, tölvunördar, aðrir góðir áheyrendur nær og fjær. Mér það auðvitað heiður og ánægja að koma hingað og afhenda verðlaun. Ég tiltölulega nýkominn frá Bandaríkjunum. Þar vorum við í ferð, ég með fríðu föruneyti og markmiðið var að tryggja eða vinna að því að íslenskan eigi sér sess í stafrænum heimi og við héldum ekkert út á hnjánum með betlistaf í hendi. Við sögðum við fulltrúa þessara stór fyrirtækja þarna sem öll eru auðvitað hagnaðardrifin og vilja græða og græða meira. Við getum hjálpað ykkur til þess, en þið hafið samt skyldur gagnvart okkur. Þið hafið þær skyldur að tryggja að tæknin búi til betra samfélag, ekki verra. Og betra samfélag samfélag fjölbreytni, víðsýni og umburðarlyndis. Betra samfélag hlúir að tungumálum og ólíkri menningu og ég ætla að leyfa mér að vona að þau þarna úti hafi tekið undir, því að það nú beinlínis skrifað í stefnu þessara tæknirisa að sýna samfélagslega ábyrgð. Alveg eins og í ykkur, gott fólk. Og við erum öll í sama liði þegar allt kemur til alls og þegar til kastana kemur og þegar öll er á botninn hvolft. En það ekki víst að þetta klikki. Við byrjum á þessum verðlaunum hér. UT, stafræn þjónusta. Flokkurinn ætlaður lausnum sem skara fram úr og einfalda daglegt líf fólks. Vefsíður, upp og rafrænar þjónustur hvers konar falla undir þennan flokk. Tilnefnd voru, eins og þið sjáðu hér, Almannarómur, Certis og Sýslumenn.is. Og það ekki orðlengja það að verðlaunin falla í skaut fulltrúa Almannaróms og við skulum gefa þeim gott klapp. Ég leyfi mér að segja takk fyrir síðast og það var ekki ég sem valdi. Öll hin eru líka vel að tilnefningunni komin eins og venjulega, en Almannarómur vinnur að því að efla sess íslenskunar eins og þið vitið og í stafrænum heimi og gangi ykkur áfram vel. Við viljum geta talað íslensku við símana okkar og önnur tæki og tól og Almannarómur mun hjálpa á þeim góða vettvangi. En nú ég hættur að tala, takið mynd á ég með. Já. Já. Næsti flokkur. UT Sprotin. Flokkur fyrir fyrirtæki sem hafa verið starfandi undanfarin 1 til 6 ár og bjóða lausnir sem hafa vakið athygli. Og tilnefnd voru Aurbjörg, Dine Out og Núna. Fyrirtækið sem hlýtur þessi verðlaun Aurbjörg. Gefum þeim gott klapp. Þetta og hér eru fleiri verðlaun. Færðu meira, færðu viðurkenningarskjal og... Já, takk fyrir. Frábært. Smellum að meira. Ég ætla að fá að taka í höndina. Já, það var meira svo. Virkilega hamingju. Snúa þessu rétt hérna. Og svona, ekki? Nú erum við að tala saman. Glæsilegt. Kæra þakki fyrir. Já, verða góður. Við höfum þetta stutt og laggott. Þið eru búin að sitja hér mörg frá því í morgunsárið og við skulum ekki til að teygja lopan. Ég þarf líka að vera komin á annan stað bráðum. UT fyrirtæki ársins flokkur fyrir fyrirtæki sem hafa unnið sérstaklega gott starf á árinu og hafa náð góðum árangri með einum eða öðrum hætti.
stendur hér og þetta nú orðtak sem forveri minn ágætur notaði gjarnan og ég nýti bara við hvert tækifæri sömuleiðis með einum eða öðrum hætti. Á innlendum sem erlendum vettvangi með upplýsingatækni að leiðarljósi. Og tilnefnd voru Alfreð Aðargó og vinningshafinur Alfreð. Verðlaunin, blómvöndurinn. Til hamingju. Takk fyrir. Já, njótið vel. Já, ég hljópa þarna aðeins á mig, en ég held líka þau náðu ekkert lengra í stafrófinu, bara ráð til þeirra sem vilja verðlaun á þessum vettvangi, skýri fyrirtækið ykkar Agot eða Aware eða eitthvað sem byrjar á A. Þá það næst upplýsingatækni verðlaunin sjálf. Upplýsingatækni verðlaun SKÍ. Og þetta eru heiðursverðlaun fyrir framúrskarandi framlag til upplýsingatækni á Íslandi. Og hér nokkuð langur texti rökstuðningur valnefndar og ég mun tilkynna nú verðlaunahafan og við gefum því fyrirtæki gott klapp eins og gefur að skilja, en svo mun ég fá að rekja hér, sýnist mér í nokkrum orðum, hvers vegna svo fór sem fór, hvers vegna þetta fyrirtæki var fyrir valinu. Þannig að við skulum gefa þessu fyrirtæki gott klapp, heiðursverðlaun fyrir framúrskarandi framlag til upplýsingatækni á Íslandi, hlýtur Syndís. Og hvernig stendur á því? Hvernig í ósköpunum stendur á því? Í rökstuðningi valnefndar segir: fá fyrirtæki á Íslandi hafa verið jafn áberandi á sviði öryggismála og Syndís. Segja má að Syndís sé orðið að ímynd upplýsingaöryggis á Íslandi. Starfsmenn Syndís hafa fundið stóra öryggisgalla í vörum og þjónustu frá stórum og þekktum framleiðendum víðs vegar heiminn. Syndís hefur einnig aðstoðað mörg fyrirtæki sem hafa orðið fyrir barðinu á tölvuþrjótum, en mikilvægasti hluti Syndís, í starfsemi Syndís, að hjálpa fyrirtækjum að verjast árásum og þar með að lágmarka það tjón sem fyrirtæki geta orðið fyrir. Syndís hefur alltaf reynt að bregðast fljótt við þegar nýjar ógnir steðja að, og sem dæmi má nefna að Syndís tók þátt í viðbrögðum við Log4j veikleikanum. Segir mér þetta ekki svona? Er þetta Log4j? Já. En sem sé, ég þakka bara fyrir það og aðstoðaði fyrirtæki hvernig þetta bregðast við þessari ógn. Og hjá Syndís starfa sérfræðingar sem þekktir í heiminum fyrir störf sín í upplýsingaöryggi og vinnum allan heim að öryggismálum og hafa haldið fjölda erinda á alþjóðlegum ráðstefnum. Mikilvægur þáttur starfsemi Syndís fræðsla og einnig hefur Syndís frá upphafi lagt ríka áherslu á rannsóknir og þróun á sviði upplýsingaöryggis. Innan Syndís starfandi hugbúnaðardeild sem vinnur að því að þróa lausn sem metur hversu freistandi fyrirtæki eru fyrir hakkara sem geta verið út allan heim. Reynsla öryggissérfræðinga innan Syndís nýtist vel við þessa vinnu. Slagorð fyrirtækisins öryggi vegferð, ekki endastöð. Það ekki hægt að vera 100% öruggur, en það hægt að vera viðbúinn. Eftirlit og rétt viðbrögð lykillinn að því að lágmarka skaðann. Og þá ætla ég að biðja Valdimar Óskarsson, framkvæmdastjóra Syndís, að koma hér upp, taka við verðlaununum og svo sannarlega vel að þessu komin og ég bið hann sömuleiðis að færa öllum starfsfólki fyrirtækisins góðar kveðjur og óskir.
Já, glæsileg. Mátti ég fá að segja nokkur orð? Já, þá er þetta bara velkomin að segja nokkur orð. Herra forseti, aðstandendur UT-ráðstefnunnar, UT-messunar, sýnendur og ráðstefnugestir. Takk fyrir mig. Það er mér mikill heiður að taka á móti þessum verðlaunum fyrir hönd okkur allra í Syndis. Fyrir ákveðat 4 árum stóðum við hér og tókum á móti sprotaverðlaunum. Þannig að það er mikið vatn runnið til sjávar. En áður ég held áfram, þá langar mig að fá starfsfólk Syndis sem er hérna á svæðinu hingað til mín vegna þess að án starfsfólksins þá er þetta ekki tækt. Þannig að Árangur, gjörðu svo vel að koma núna. Þetta er forstjóri í lagi. Já. Árangur Syndis á vettvangi upplýsingaöryggis er alfarið vegna starfsfólksins okkar sem við höfum fengið til liðs við okkar. Þrotlaus vinna og metnaður fyrir bættu upplýsingaöryggi hérlendis sem og erlendis hefur verið leiðarljósið í gegnum árin. Syndis var stofnað 2012 og við höfum tekið virkan þátt í starfsemi SKÍ alveg síðan 2012 þar sem við höfum verið að styðja hakkarakeppni með SKÍ og ríkinu og í ár með Gagnaglímufélaginu. Syndis hefur staðið að fræðslu í skólanum varðandi upplýsingaöryggi, kennt á háskólastigi, stutt við lokaverkinu SOPA, stutt við hina ýmsu atburði eins og stelpur og tækni, haldið fyrirlestra ráðstefnu SKÍ, svo stiklað sér á stóru. En það hefur mikið vatn runnið til sjávar síðan 2018, verandi sproti. Við erum 40 manns í dag, með skrifstofu í 2 löndum. Við erum með hugbúnaðardeild sem er ætlust, eins og Guðni kom inn á, til þess að auka sýn stjórnenda fyrirtækja á þeirra ásjón út á internetið. Þannig að starfanaróknir í dag og í framtíðinni fara síst minnkandi ef við lítum á ástandið í heiminum í dag og við getum vænt aukin árásar og þá er mikilvægt að vera tilbúin. Tjónið sem svona árásar geta valdið, eins og við vitið, geta verið fjárhagsleg og ímyndarleg, þannig að það er mikilvægt fyrir okkur að vera tilbúin. Með þessum orðum þá vil ég þakka fyrir okkur í Syndis og okkar frábæra starfsfólki og óska ykkur öruggrar vegferðar í framtíðinni. Ná þessu svona? Það er ekkert annað. Já. Einn dögur. Takk fyrir okkur. Takk fyrir. Takk.